Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 5. apríl. Auðun Blöndal heiti ég gæti ekki verið peppari fyrir þætti dagsins. Því að, já, það ekkert að segja þessi komið sumar en fjandinn hafið að það komið vor hérna í höfuborginni. Og það ekki bara það sem að peppa mig í dag. Því að einn skemmtilegasti einstaklingur sem ég þekki gestastjórnandi með okkur. Ég ætla ekki að byrja honum, ég ætla að byrja manninu sem situr hérna alla föstudag í sínu sæti, Egill Þykki Gilsari. Hvernig ert þú á þessum? Hörru, ég var að fá snapp frá my captain sem út að Stólko. Our captain Aron Einar Gunnarsson, hann fyrir utan einhvers staðar og var að taka hérna snapp af stúdíón. Vel gert. Hann fyrir utan að Stólko. Við settum kveðjur á Aron Einar. Já, ég að finna hérna, hvað hann? Ætla að vera Aron Einar sem að settu rakettunar hérna. Það var einhvern tímann einhverjir sem að komu hérna fyrir utan og kveikti í nokkrum flugeldum. Nei, hann nú aðeins þroskar en það. Þetta gott að vita my captain fyrir utan. Já, mjög þægilegt. Flóki fyrir að drulla sér inn í eitt gott viðtali. Ertu góður? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri, en þá komum við að kynna gestastjórnandann. Hafi kannski ekki farið fram hjá okkur á Instagraminu hjá Korki eða hjá honum eða mér. Það John Johnson, verður velkominn. Vissið þú, John, að Johnson orðið við titling á önsku? Ég vissi það. Vissið það? Það rosalegt. Já. Johnson. Ertu ekki að vinna með það? How's your Johnson? Hann bjó í Boston, hann lætt að vita. Já, það er svoleiðis. Vartu kallaði Johnson? En hvernig ertu, Jón? Ég veit ekkert hvað ég segja. Þú varst með kynninguna hérna inn og ég sturlaðist. Já, þetta, veistu það, nú spyr ég ykkur, eru konum með vor í bung? Það loksins að detta inn hérna hjá okkur? Erum við ekki að verða vorni bara? Mennur hann í vorni? Það þetta einhver skrítasta spurning sem ég fengi. Ef við verið með heitri gellu og hún spurti, ertu vorni? Og því ég las rannsókn, fólk sko, þetta ekki að myth. Fólk meira, eru börn að hlusta í bíl, earmuffs, horny, á vorin. Já, það málið? Þetta ekki manure. Þetta ekki manure. En þegar þetta staðrind bara. Svona eftir Jan Feb og það sem fer að vora, þá fer fólk einhvern veginn samlífi, fer á fullt og svona. Þetta ekki, ég ekki tala með raskatuna. Nei, alls ekki. Oftast gerur það, en ég skal bara gefa það er eitthvað til í þessu. Fólk verður vorni, sko. Fólk verður vorni og þannig að ef það eitthvað að hlusta núna og það búið að vera rólegt hjá þeim í bara ástarlífinu, þá getið þið svona að fara að líta á björtu hliðarna. Því að ég vil meina að fólk verður graðara þegar það fer að vora. Þannig að þetta sterkur og góður punktur hérna hjá menningaþættinum F95 blöð hérna þessum fyrstu degi. En við erum með rosalegan þátt handa ykkur. Herðu, hvað varst að spyrja það, Njón? Hvað sólinn á hérna þróttarmerkið? Hvað sólinn á þróttarmerkið? Erum vel meðalega? Nei, vanalega miða ég við þróttarmerkið og vanalega komur svona hálfur skuggi á það. Nú sól á götun. Ég var að sé þetta. Horfið hérna á... Þetta svakalegt. Það bara að byrta rosalega til. Hálf gatan hérna með sunshine. Ég hef aldrei verið svona peppaður. Manni, hvernig svona peppaður? Ég að ofpeppast fyrir þætti dagsins. Hann líka, við erum með sturglaðan þátt. Jón Jónsson fór í vondatið og ég get lofað ykkur því að það var ekkert annað en stórkostlegt. Varstu þetta skammar, Jón? Nei, aðeins sem átt að vera vond. Ég átt að heyra það. Var ógeðslega fyndið og ég ætlaði að henda Jóni svona í það ég lítum að gera sama og Jón Gnarr gerði þegar hann kom og sveimi það var Jón Jónsson sama koncept. Ég vil ekki að heyra það. Og svo erum við með símtali í mömmu. Það voru einhverjir, ég man nú ekki hvað það var í vikunni. Það var einhver að benda mér að sakna þess ég var að punkast aðeins í mömmu minni. Það var alltaf gott comedy. Já, ég sat hérna bara einn í hátinu og mjög fyndi. Hvaða koncept tókstu? Ég held áfram að leika mig með að manstu þegar ég hringdi hérna og sagði að lesendur Deva fyrir vel að kynþokkafylstu mömmu landsins. Sko, hún búin að vera rosalega mikið núna. Hún að tannlækna út í Budapest. Já, ég fíla það. Þannig að ég var að vinna með koncepti. Spara dollara og fá sér Gucci tennur at the same time. Já, þannig ég var að vinna með koncepti hvort hún hafi skráð sér eitthvað keppnaðin í Budapesti. Það var búið að fréttast til Íslands eitthvað. Ekki segja þetta upp á þetta journey og konuna sér að dentist, sko. Já, þú ert ekki að heyra að mamma sér að fara til Budapesti í tannréttingar, sko. Konuna sér ekki bara að dentist, hún my dentist. Og bara svo besta á landinu. Rétt. Svo erum við með kortmyndinu frekar og það Jón Jónsson sem sér það í dag. Ertu búin að, það tilbúnar? Ég klár, sko. Já, þú you did your homework. Já. Svo það spurningakeppni Gilsarans, hvað var það aftur? King of being a hot celebrity. Ég bara út af því ég með tvo gæja sem eru a hot celebrity. Já. Þið eru það, ég ekki að vera leðilegur. Það það sem eru. Ég ekki búið það til. Þannig ég velti fyrir mér, hver heitara celebrity?
Wow. Og ég Það mun ekki koma í ljós í spurningakeppninni þinni. Jú, Nei, það ég kemur get alveg nokkuð lofa ljós. því. Það er ekki það sem að mun skýra úr hvorur meira sem lemur í. Ég er búin að vera að passa með að sprengja alveg á fullu fyrir að fá alveg 1 stig alltaf að það. fær líklega punkt við ekki það. Ég held að þetta bara að fá punkt fyrir þetta. Svo við myndinni fyrir cash og býtu hvað Egil, þú ert með það í dag. Já, Og er það tilbúið? ég er búinn með 2 af 3. Ég er í ströggla við 3. Já, ok, þú hefur allavega Já, ég yfir smá tíma, klukkutíma ég til að smá klára tíma. það. Ég reyndi að fíla að þú lögst ekkert að hlustandum. Þú varst ekki að segja, já það er tilbúið. Nei, ég er bara komið 2 Já. og ég er búinn að vera í vissinni með 3. Sýnir Akkurat. líka hvað þetta er þægilegu vinnustæðar. Þú veist, þeir eru greinlega bara með tilfinningar á hvað er standið og allt þannig, skilu. Hárrétt, Það já. getur verið að fela neitt, skilu. Og það er ekkert að bara lesa allt upp á yfir. borðinu. Það var ákveðið mjög snemma að Já. ljúga ekkert að hlustandum hér. Nákvæmlega. Og svo ert þú með, hvað, þú sagði þið Steindi verður búin að kokka saman augljósa staðrendir, Jón. Heldur betur. Það er hræðilegt að heyra. Þú með augljósa í dag? Já. Hann vildi meina að hann hafði heyrt í June Það er ekki verið lengi. Nei, en reyndar ef ég hugsa það, þá er Jón svona típan í það að geta hendi augljósa, sko. Já, heyrður í Steinþóri? Já. Hjálpaði þér? Já, hann hjálpaði mér, kallið Ok. maður. Ég get aldrei verið einn í eitthvað þessu dæmi. Nei, þetta er náttúrulega svo rosalega virtur og sterkur dagskrárlegur og þú har aldrei getað þetta einn. Það sér að segja, sko. En hvernig, ég veit að Hjöppi, hann lét okkur heyra það þegar við vorum að ræða mikið um veðri hérna í þessu stúdíu. Hann vildi meina í gamla daga þegar þetta byrjaði, þá voru þetta sex, drugs and rock'n'roll. Ég elska að tala um veðrinu nú. Er gott veður, það byrjum líka orðinni 60, er gott veður um allt landi, er það bara í höfuborginni? Af því að ég heyri oft veislustýra mikið út á landi og þá þetta fer rosalega mikið í töðun á fólki að þessi bara tala um Já. höfuborgina. En já, Við kannski að tala um hvernig veðrið er annars það en bara akkurat hér. ég held að ég ætti að vera sammála í Hjöppa, ég held að við höfum bara hægt að tala um veðrið, sveið mig þá. Svo fá þau samt alltaf eitthvað bongo þegar Já. við erum hérna, skilur. Þau fá það í staðinn. svona Við fengum einhvern ekkert veginn. sumar. Nei, Ekki nei, neitt, þannig að- þau voru hlæjandi hinum megin bara. En það við er fengum vor í ár. Þetta er Þetta er vorið. okkar. En það eru 17-18 gráður á Benidorm núna. Já, ég held að segja voru eigastöðum. Ég veit hvað ég er til í að vera þar núna maður. 17 gráður. Já, Það er ekkert rosalegt að deyja. Já, 19 og þriðjudaginn 9. apríl Og þú 19 gráður og heiðskýrt á Benidorm. Það er engin annar á Íslandi sem við myndum að segja, herru, vá, það eru 17 gráður á Bene. Djöfull væri til að vera þar núna. Krakkar, pakki í töskunar. Það eru 17 gráður á Bene. Þetta er 4 tíma flug og ekkert vesinn. Það er- Með Norwegian því að það var á skeitt í miður. Wow. Er Æsland ekki að fljóða á... Nei, ég byrja ekki að fljóða til Alicante fyrir mitt sumar. Það er að skeina Æslandir. Ná, herru, já, við erum í stuði eins og þið heyrið, kæru hlustnættu, vonandi eru þið í stuði líka og já, það má segja að það hefur verið draumur að rætast hérna hjá okkur Agli að fá Jón og við ætlum að byrja á lagi sem heita Draumar geta ræst. Þetta er það nýjasta frá Jóni Jónssoni. Hér er FM 95 blöð og FM 957 sólin skín. Það er voru í lofti og draumar gott fólk geta ræst. Aldrei missa trúna. Strákar, eru þið ekki klárir að halda áfram með hennan frábæra þátt? Þetta er Geggju kynning það. því lík innkoma og bara því lík kynning. Þú eru unni í útvarpið það? Nei. Hvað var Það er áttur að ótrúlegt. fyrsta sem að Valli Sport kendi þegar þú byrjar í útvarpi? Tala brosandi. Alveg rétt. Og Jón gerði það, það þurfti ekki að kenna Því honum. að það skila sér til hlustanda sann. Það er Algjörlega. allt brosandi. Það skila sér sann. Já. Já. Og þetta er eitthvað alltaf í fílu bakið mikrofónin. Já. Fólk skynjar það. Já. Já, það er rétt. Og John er það skell brosandi Ég þetta. veit það. Ég lendi samt í fyrra í öfugu. Þá var ég búinn að taka upp versi mitt í þjóðatíðalæginu en ég þurfti að taka upp aftur að því að Pálmi sagði að það heyrðist svo mikið hvað ég væri brosandi. Það var fast eitthvað of mikið. Já, Svo svo hef er ég ekki séð í lengi. Sæður maður hringi Vala Sport. Hann hefur lesið yfir honum. Herðu, það er komið að slúðri hér í FN95 blöð og ég er með svona ágætis pakka handa ykkur. Já. Já, ég er náttúrulega ræði ekki slúðrun á þetta heimi en jú, þetta er allt í lagi. Er Stephen Baldwin þarna? Nei, Stephen Baldwin Herru, er ekki Jón. bíberinn hlýtur að vera hana. Bieber er þarna, Vá. það er hálf rétt hjá þér. Og ég eiginlega vorkinni Justin Bieber. Við erum búin að koma inn á það hérna í Hann á þessum- ekki nefnir eitthvað 20 millar í vorkjónu líka. Það er bara ekkert nóg Egill. Þú sést bara hamingisamur og nóg pening. Nei, ok, það er bara. Nei, höldum áfram með þetta. Ok, nefndu mér eina Já. búð. Nefndu mér eina búð, þú getur lappað en bara keift að mikið, skilur. Nei, ég vorkjónu það mikið. Christ, Ég vorkjónu það mikið að ná að mention og ok, förum áfram. Sko. Tölum um Bieber. Hann er náttúrulega búin að vera í Tommy Johnny og við höfum komið inn á því þess að þetta bara hún líður ekki nóg vel þess að Nei, ég sá það líka fyrir kórnum. Hann var, ég held að sé þunglindar að krakka á æðvinni, sko. Í kórnum? Já, þegar hann var með tónleika Það ráaði um sviðið, sko, eins og fílubóki. En það hætti hann á því tónleikaferðalagi. En núna, herru, hann ákvað að taka Varstu þar, Jörn? Já, Já, það var hann ekki var gott. 20 mítur að setja kassagítar Njási að hann var svo stóri hættbissu Já, Hann þú nefndi skeyta það, ekki maður. Já, Hann var- það var eins og, var hann ekki bara á einhverjum, painkillers eða eitthvað? Það var eins og hann
maður er bara dofin kannski. Ég hugsaði líka, ég er á Íslandi, einhver shithole. Þetta var svona eins Ef og ég er væri einhvern tímann ekki að fara að perform þá er það hér. Þannig að hugsa það. Heldur það, Andri? Nei, ég meina hann var hérna áður á Þú ert Ísland. heima í Bandaríkjónum og séum við mann sem segður John, smá skellur Ísland Gæinn tóku myndband þetta og hann fekk að ríða í heitum potti og hóttir ranga Hann var í tómri veislu. Já En allavega, svo ég farin inn í slúri að þá ákvað hann að henda í smá flippa mánudaginn. Þetta var alveg skemmt. Flippaðan? Já, hann ákvað að flippa. Hann tók April Fools, það er ekki bara 1. apríl á Íslandi, það er April Fools í Bandaríkjunum. Og já, þau þóttust vera eignast barn, hann og Hailey Baldwin, Geggja grín konan hans. Nema það, þetta fór víst verið brjóstið af fólki sem að getur ekki eignast barn og það eruðu hérna nokkur alveg brjálæðir sem var til þess að Justin Bieber ákvað að senda bara tilkynningu og hann var ekki í þessu til að móðga á fólk og hann væri bara hrekkjalómur at heart eða bara svona, hann væri svona hrekkjalómur í sér og var að biðjast afsökunar. Ég hálf vorkinni Justin Bieber hann. Já, Þetta er bara, hann er að hendi smá flip einhver herri á konun og ólétt gaur, hvað er hann, 21 árs? Og þetta er að byggja afsökunar hann. Já, af því að það var allt vittust. Er hann ekki líka greið, þú veist, hann er bara lendi í þessu líka að vera bara smá krakki, skilur, veistu hvað við, því að þú veist, hann er bara, fekk ekki svona eitthvað svona að vera krakki, þannig hann er bara ennþá smá krakki. Svo nettu Jackson í hann. Það kemur ekkert óvart Ég þorði ekki að segja að ég veit hvað þér finnst Hann er ekki Hvað finnst Jackson? Það sváðu krakkar upp í hann, við vitum ekki meira. Það kemur ekkert óvart að Justin Bieber væri með einhverja krakkar upp í sig. Bieber er að jafla eitthvað börn. Hann er ekki Þegiðu, Egil, ángríts Þegiðu, bara haltu kjafti. Hvar var ég? Já, ég vorkenni Justin Bieber. Akkur var ekki með það sem afbylgaf Akkur var það ekki afbylgaf hjá hann En þegiðu maður. Nei, ég er að tjóka, ég var ekki það Ég var ekkert að því. Og sko, þetta er líka, ef hún er búin að vera að líða illa, Justin Bieber, ég held að það eru nokkri einn á Íslandi sem að hafa lendi í svona a shitstorm og það er ekkit verra en það er að koma einhverja greinar og fréttir og þú ert bara heimaður í paniki. Var þetta ekki bara til að íta undir vanlíðan hjá okkar manni? Þetta litla saklausa grín hans. Persónulega minnst ekki gróft grín. Það þykist vera að kona sér ólétt og það, minnst þetta, ég þarf að baka bímasínu þarna. Já, ég meina, nú er ég verið 65 ára og ég á ekki barn og getur vel verið að ég sé getulaus og ef ég er getulaus þá er ég ekkit brjálar út í Justin Bieber. Nei, graðasti vinur minn blóð, ekki getulaus, lofaði því. Nú, hvað flokkast það og getur gegnast barn? Ég lofaði ekki getulaus. Ok. Erðu hérna Þú veist, ástæði líka menn sem með hátt testosterón missa hárið líka fækast snemma. Þú ert ekki svo Riki meldi 7 heimislegt daginn og á skalanum 9 til 50 testosterón, sko. Hann er með testosterón með 70 á mann. Það er 34 ára. En hann ætla líka, þú ætlar að sprauta í hann. Ég ætla að negli rasköldan. Sem að löglegu sér. Já, við hefum pantað tíma á lækni 16. apríl, ítalega þjóðin að fylgjast með. Ok. Svo er það einhvers mesti aumingi sem ég bara veit eða kannski fyrir utan Bobby Brown. Let me get a quiz. Nei, Jussie Smollett. Vittlýsingurinn sem ákvað að sviðsetja slagsmál á sig vegna kynþáttar og kynhneigðar. Það var klæst. Já, ságæði maður. Algjör ræfið. Þóttist að vera lamin í drast og var sér ekkert lamin í drast. Nei, en hann neitar að greiða kostnaðin sem að borgaryfirvöld í Chicago, þau eru sem sagt að höfða málgagnanum núna því að hann neitar að endurgreiða borgaryfirvöldum kostnaðin með að rannsaka meinta árás á hann í borginni. Því að þau ákvaða að drop it og þá fannst þeim alveg bara og það var allt vitlaust að þeir skildu hætta við að kæra hann. En eina sem að þau höfðu að fara fram á, hann borgi lögfræðikostnaðinn og hann neitar því líka. Hann er að grafa sér dýbra og dýbra þessi ræður. Akkur hendi hann ekki eitthvað Afrikap? Var hann ekkert að fæla því? Rindar. Ok, okkur gerðalegt ekki að fyrsta apríl. Hei, hvað mál? Er það að kæra mig þetta? Má ekki að lengur? Þetta verður rosalegt apríl. En hvað ertu? Ég fór að hugsa þetta og það var svona einn ástæðan fyrir ég tók þetta. Þetta er kannski ekkert heitasta slúðrið. Nei. En ég fór að hugsa, hvað færði til að gera þetta? Hvað ertu, þú veist, ég meina, bara herði, já, ok, ég ætla að láta eins og ég hef verið Er það ekki að þú heitir Jussi? Já, skilur, ef þú veist, nafnið þetta er J-U-S-S-I-E þá kannski, ég veit ekkert það, skilur mig bara svona, ég verð að pæli hann er eitthvað tæpur þá verður tæpur ef þetta er Jussi það er svona svo mikið Jussi gangi hann góður punktur það er bara pæling, skilur
Þetta er skrítið. Svo er það í lokin, það er Charlize Theron, en hún óskar eftir kærasta. Ég viðtali á IT á Rauðadreglunum, þá hún tala að karlmenn þora ekkert að reyna við sig og hún væri búin að vera einhleyp í 10 ár og ég var svona basically bara hvetja karlmenn að núti til þess að svona reyna við sig. Hún var á lausu og vildi komast á stefnumót. Nú fara allir einhverju pervöktar að senda henni skilaboð á Twitter og Instagram og okkur. En haldið þið að þegar hún segir svona, er hún að meina bara hver sem er? Nei. Ég get lofa því að Siggi vinur minn rúmfattalaðan ekki vera að fá svar hjá hann, sko. Hann mun senda henni skilaboð í kvöld, hann er ekki svar, sko. En haldið að séu nokkri sem lesa þetta og sjá þetta og hugsa, herðu, okkur ekki? Kannski væri hún alveg til þetta svona veljuna. Ég er það heimskur að ég væri gauri sem að myndi, herðu, okkur sendi henni ekki bara Charlize Theron. Já, hún er samt að setja þetta á mjög hættulegum tíma út af því að svo margir sem eru vorni, skilur. Þannig að það er alltaf bara að sjá sér leika borði og bara stórhættulegur tími. Og sér byrjar hún með Hugh Jackman, skilur, hún byrjar ekki með einhverjum öðru, hún byrjar með Sean Travelling og Home Depot. Lagamæður úr Home Depot sendi Charlize Theron skilaboð og þau eru saman í dag. Það er ekki heldur líklegt það. Ekki fyrsta sinni þessu þætti sem að ég byrði lagar með afsökunar. Mortens í hádeginu. Hann kostar 2000 krónur. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra landsmanna. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Kókomattrúmin eru öll náttúruleg frá botni til yfirdínu. Fyndu munin. Heimili og hugmyndir. Warner Brothers kynna Captain Sparkle Fingers. No, it's not. That's not my name. Hittu nýjustu DC-hetjuna. Þú hefur aldrei sé hetju svo þessa. You're him. You're the hero. Oh, hey, I'm a superhero. Shazam. Komin í bíó. Góða skemmtun. Shine.is Glæsibæ. Snirti og húðvörur í miklu úrvali, förðun og förðunarkennsla. Shine.is Glæsibæ. Tónlistar og DFT markaður við Laugardalsvöll. Þúsundir titla á tilboði. Mikið úrval af vínilplötum. Opið frá klukkan 11 til 19. Til og með næstkomandi sunnudegi. Tilboðsveisla. Trampólín með öryggisneti á 30% afslætti. Húsasmiðjan. Enski barinn er með happy hour frá 4 til 7 alla daga. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Fyrirtækja og veisluþjónusta í boði alla daga. Fáðu tilboð á pantanir@exoisland.is. Exo, örugglega langbesti holli skyndibitinn á Íslandi. Náttúrulegar íslenskar snirtivörur í 25 ár. Purity Herbs. Það verður framúrskarandi dagskrá á Stöðu 2 í apríl. Íslenskir þættir eins og þeir gerast bestir. Atvinnumennirnir okkar. Hvað er bara að láta bata mig? Nætur gestir. Nú fékk ég gæsahúð. Heimsókn og sporðaköst. Vandaðir erlendir þættir. Game of Thrones. Our enemy doesn't tire. Killing Eve. I think I might have killed her. Þar að auki fjöldinn allra stórgóðum þáttum og auðvitað þrælskemmtilegar bíómyndir fyrir alla fjölskylduna. Tryggður áskrift í síma 1817 eða stöð2.is. Munum hádegistilboðin. Nings. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Ég veit hvað ég ætla mér. Engar líkur á að ég muni hætta. Ég leita að svörum. Við sjá hversu hátt upp við förum. Standandi á mínu svölum. Nótin blinda tilfinningarnar. Og nótin er það sem við stefnum. Stökum saman milli hindrana. Okkur langar svo við testum. Stundum forðust við hvort annað. Gerum hluti sem að má ekki. Hef ennþá mjög mikið að sanna. Sé eftir hlutum sem ég sá ekki. En alltaf stöndum við eftir. Þó við tínust í myrkrinu. Finni hver sem ég stefni. Því ég veit eina sem ég hugsa er þú. Tína, föstudegi 5. apríl og Jón Jónsson er hérna hjá okkur sem gestastjórnandi. Steindir ennþá í tökum og við erum komið rándýran gest í stúdíu. Þessi ekki örugglega hérna á tvistinum, Freki?
Jú. Hanna, ertu? Það er einmitt bróðir hans Jóns, Frikki Dór, og það er ekki að ástæðalausu því að dagskráliðin sem er alltaf á þessum tíma dags heitir Hvor ykkar, og þar sem að Egill og Jón Jónsson eru nú svona frekar ólíkir, að það fannst mér skemmtilega að fá Frikka hérna í stöðta heimsókn og henda honum í þennan lið. Vertu velkominn, Frikki Dór. Takk fyrir kella. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Ég bara gæti ekkert verið mikið betri. Nei, við tókum eftir að Egill Það er ekki tvettún. Nei, það er ekki tvettún. Sérðu, Gilstæður er ekki með tvettún. Nei. Egill öskraður og komast inn og það var það sama, hann öskraði á bróðinn, þú komst labbað inn með sólgleru, allir finnst það rosalega töff. Við veitum alltaf sexy að gæra sólgleru innandira, því ég einhvern veginn hef ekki einhvern veginn pungin í að með sólgleru inni. Nei. Ég bara, mér langar að vera það sexy, einhvern veginn að geta með sólgleru inni. Þeir böðku þetta báður upp bræður. Er þetta ekki eitthvað sem að eiginlega bara tónlistamenn með að gera? Jú, eiginlega. Ég sagði, manstu þetta fyrsta viðtalinu sem fórum í saman, Jón, í Monitor, þá sagði ég að markmið mitt væri að vera með sólgleru inni, að geta verið með sólgleru inni á þess að fólk svona finnst það skrítið. Þetta er líka bara ákvörð. Þetta er bara ákvörð sem tekur. Þú ert komin þann stað, Frikki, sko. Það er bara þannig. Já, þú ert byrjað að labba með sólgleru. Ég er bara ekki, ég efast aldrei sjálf mig þegar ég er með sólgleru inni, sko. Þú svo getur líka tekið bubba á þetta og sagt bara að þessu er með svona eitthvað illt í augunum. Já. Ég er með siðblindu. Hafið þið einhvern tímann unnið 9 to 5? Hvenær voru þið síðast að vinna eðlilega vinnu? Var lagarstjóri í Saltkaup. Varstu lagargómur það? Já, pappa. Hvar voru það lagar? Já, í Saltkaup. Ég er með liftarapróf, sko. Í Saltkaup? Ég tók típuna, Jón fór og tók liftarapróf. Ég tók típuna, pappi minn er eigandinn. Ég nenni ekki að taka þetta liftarapróf. Var bara að liftara. Varstu á liftara, John? Ég var liftara. Varstu góður liftara? Geggjaður. Já, ég var enda mjög góður. Ég var líka liftara. Veistu það, og það nýtist í lífinu. Við erum bara bakki stæði og svona. Eru 4 menn að tala? All lagargómar? Allir, ég minna, það er bara besta starfið til að byrja með. Já, ég er sammála því, ég elska það. Mjög gott jobb hann í IKEA, sko. Ég var í IKEA ykkur 20 ár, sko. En það er verið komið að dagskrálið sem heitir Hvor ykkar, og ég meina, ég ætla ekki að spyrja ykkur hvor ykkur var betra á lagarnum, en ég ætla hins vegar að byrja á fyrstu spurningu. Þið þekkið dagskrálið, ekki? Jú. Þið ræðið svo ykkar á milli og Egill er svona, ég spyr þið Egill ef að þeir eru ekki sammála. Ok, fyrsta spurning, hvor ykkar er betri söngvari? Það fer eftir hvað þú ert að horfa á í söngnum, sko. Ok. Förum að rýnum í þetta. Hver er þinn styrkleiki versus Frikki? Ég er svona meiri tjoppari. Ok, fyrir The Class Clown úti, hvað þýðir það? Hann er svona tæknilega betri en ég. Ég get nelt svona eitthvað svona slöifut. Tæknilega betri, þú veist ekki bara að segja þetta var fínt orðið við segja betri söngvar en Frikki. Nei, af því að Frikki er með svona sterkari rödd, sko. Og svona einhvern veginn svona oft meiri power og einhvern veginn er það ekki? Þannig að það er basically að segja að það eru það ólíkar þegar það er ekki að gera upp á millið þeirra. En þín skoðun, Frikki, hvað er þín skoðun? Jón er betri en ég í þessu slöfustúsi, ég er betri í öllu hennu. Og öllum er drull. En getið gefið The Class Clown smá svona öllum er drull úti hvað meiniði með slöfunum, kottu með slöfu fyrir mig, Jón? Þú veist bara að meina Já, þetta kjarta Ég ætla að segja líka að það er öllum drullum það og þess vegna vann hann hlustandavelun ekki ég, sko. Þannig að hann tekur þetta. Ok, þannig að Frikki tekur það, segja ég. Hvor ykkar er meiri eyðslukló? Hvor ykkar eyði meiri Frikki G? Það er bara þannig. Þetta er ósækjað, hann er með fjármála námskeið þessi. Það er ekki 1 krónu á ævi sinni. Það er svolítið góður punktur. Þetta er svolítið svoleiðis. Ég þarf að lifa með þessum lífstíl svolítið. Það vera svolítið, annars er ég bara hræstnari. Er þú með þykkan bankareikning, John? Segja, er ég með þykkan? Já, þú eyðir engu. Þú drekkur ekki. Ég get farið bara í næstu spurningu. Hvor ykkar er ríkari? Jón er ríkari. Ég meina að segja, ok, hann drekkur ekki. Jón, já, hann drekkur ekki. Sko, hann er ríkari líka bara, þú veist, ef við finnum bara hreinar eignir. Já. Það er svo leiðis. Hann á eignir. Ég ætti eyju aukstöðar, ég var ekki fellibita, sko. Ættir eyju? Ég meina, þú er ekki alltaf að fá þér endur kaldan og veist, ég fekk mér rauðvin á hann. John var ekki rauðvin á hann, sko. Getur ímyndir á allt þetta kast var í bara reikning. Næ, við skulum ekki samt. Jón var þyrstur og þá kom einhver maður með fría drykki fyrir hann. Höfum það samt að reynu. Ég eyði alveg peningum, sko. Bara til dæmis að fara í ferðalög eða fá fólk í mat eða ég veit ekki, bara ferða svolítið. Já, stundum. Ég fylgir svolítið með það á Instagram. Þú flottur út erlendis. Já. Þú ert líka vel vaxinn.
Þakkaði fyrir sem leiðis. Þannig að, herru, ég bara Hefur séð sixpackið á John? Getur þú aðeins hætti í þessum dagskrá? Þannig að aðeins að bara kúplað út úr honum. Við hefum 2 eftir og næsta er, því að, sko, ég held þetta yrði léttsvar, svo fór ég að hugsa, nei, því að nú er Jón í mánudagsboltanum og hann hefur labbað þar út á hans að tala við nokkurn mann. Hvor ykkar er verri í skapinu? Í skapinu? Já. Svona heilt yfir er ég leiðilegri. Sko ég náttúrulega er í grunninn leiðinlegur en Jón er skemmtilegur en hann er miklu verri þegar kemur að tapa í íþróttum. Þannig að Jón er tapsárari? Já. En þú verri í skapinu? Já. Sammála þessi, Jón? Já, þú tekir ekki eins og hér bara eitthvað heima hjá þér eitthvað sko. Nei, en þú getur látið svona eitthvað shit farið töðan. Já. Og hann var ekkert ungur þegar hann notaði orðið að hata mjög mikið sko. Maður var svona, Frikki, maður notar þetta ekkert svona mikið sko. Þú hatar engan hérna sko. Bara svona aðeins að fara yfir það með honum. Ég hata hann. Ég er svona, ég fljótar upp í almennt. Það láti eitthvað svona að fara í töðunum. En bróðin er tapsárari? Já. Ok. Þá er það síðasta spurningin. Ok. Hvor ykkur hefur verið svona graðari í gegnum tíðina? Jón. Nei. Þetta var snegsta svar. Alltaf Jón. Já, það var bara þegar hann var undan. Hann ákveði að grípa þetta. Hann var mjög snöggur að svara. Já, Jón er hann er svo horny sko. Horny núna. Já, horny núna sko. Ertu ósammála þessi, Jón? Já, Jón var alltaf að segja mér eitthvað svona brandara svona í gamla daga svona klámbrandara. Þetta er helvits kjátt. Það voru fyrst alltaf sem eitthvað dóna. Þú veist, manstu samt eftir því þegar manstu eftir því? Hverju? Þegar ég hef segið brandara? Nei, þegar ég þurfti að þegar ég fór ég kom eitthvað inn í herbyggið í Jónsegt þegar þú verið 13 eða eitthvað. Þú og Andri Birgis voru inn í herbyggi og ég lappi eitthvað inn í herbyggi og þeir eitthvað að tala um eitthvað og veit ekkert hvað. Ég veit ekkert hvað það segja sko. Og svo segja þér eitthvað, þú veist, brund eitthvað og ég eitthvað, hvað er það? Og ég eitthvað, nei, það er eitthvað, það er ekki neitt eitthvað það er ekki neitt eitthvað, ég eitthvað og pappi var frammi og ég eitthvað, ég vil að fara að spyrja pappa þú varst eitthvað, ekki gera please ekki gera og ég var náttúrulega að vera eitthvað algjör hálfvita litli bróður eitthvað, hljóp fram eitthvað pappi, hvað er brund? Ræðilegt moment en alveg frá því hefur náttúrulega verið svolítið að tala bara brund og eitthvað svona. Var John að hrista sem er einu sínum ánum að herbyggi? Það er ekki sérstætt. Fyrir mig, þetta er brund. Þú ert bara að sína hvað er. Þannig Jón, ertu saman bróðinu svona í lokin? Ég er náttúrulega fyrstulega, veit ekki, bara þetta er ekki inn í heilanum á mér þessi minning en ég bara, ég er svona rosalega þægilegur í þessu öllu saman og svona blístendur bara einhvern veginn til lífsins. Þar höfum við það, Frikki, alltaf gaman að fá þig í heimsókn og já, þú ert ekki oftast til í allt? Jú. Vá, inn í helgina. Ert þú að fara að fermast? Eða þekkir einhvern sem er að fara að fermast? Næstu daga ætlum við að gleðja fermingabörn með frábærum fermingagjöfum. Við ætlum að gefa vespu frá Nitro, reiðhjól frá G.O.P, Simbarum frá Dorma, Apple Watch og Samsung Earpods frá Elko, tölvu frá Computer.is og veislu frá Dirty Burger and Ribs. Með öllum fermingagjöfum fylgir svo drauma og Rís páskaegg nr. 9 frá Freyju, fermingablöðrur frá partybúðin í ferminguna og páskaöl. Fylgstu með á FM 957 á Instagram og þú gætir unnið. Shine.is, snirtivörur og húðvörur í miklu úrvali, förðun og förðunarkennsla. Shine.is, Glæsibæ. Apríl 2000. Allir hambúrgarar, salnöt og aðalréttir á 2000 krónur í hádeginu á öllum fabrikunum alla daga vikunar. Hambúrgarafabrikan, hambúrgarastaður allra landsmanna. Gunnar er engin venjulegu maður, hann er skygg, svo skygg að hann hefur ekki alveg stjórn á því. Þegar hann ætlaði að mála stofuna dimmbrúna, þá kom ammans heitinn til hans, þar sem hann lá milli svefns og vöku og sagði við hann, Gunni minn, þú ætti kannski að fara í Slippfélagið og fá smá aðstoð. Við afiðinn gerðum það alltaf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Mikið úrval af fallegri gjafavöru. Sjáðu úrvalið á snúran.is, Ármúla 38.
Remington hefur framleitt gæðaskegg og hárvörur í rúm 80 ár. Remington, oh yeah. Vodafone býður upp á sérsniðnar fjarskiptalausnir fyrir þitt fyrirtæki. Segð okkur hvað þú þarft og við sjáum rest. Flóknara það ekki. Vodafone fyrirtæki. Á að breyta aðeins heima? Skoðaðu hólf- og gólfblaðið á biko.is og láttu verða af því. Biko. El Caliente, nýr borgari á American Style. Visar hægindastóllinn sem slegið hefur í gegn og Íslendingar elska færðu í Vók. Láttu fara vel þig. Visar fyrir lífsins ljúfu stundir. Vók fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Vorhátíð í Skútuvogi á laugardag. Latibær skemmtir, allir fá ís. Vilmundur Hansen veitir garðyrkjuráðgjöf og tróðfull búð af grillum, hjólum og garðverkbærum. Húsasmiðan og Blómavar. Poppaðu upp tilveruna. Nóa Popsmellur nýtt og ómótstæðilegt súkkulaði húðað popcorn sem einnig fáanlegt með pipardutti. Grípandi smellur sem tyllir sér beint á topp vinsældalistans. Popsmellur, nýjasti smellurinn frá Nóa Sirius. Gerðu vel við þig á kaffihúsi IKEA. Réttur mánaðarins ljúffeng mexikónsk enchilada á aðeins 795 krónur. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Það Hjöpquiz á fimmtudag. Sjálfur Dr. Fútbol Hjörvar Hafliðason predikar. Trugðir borð í síma 511 53 00. Keiluhöllin Egilshöll, Wembley, Íslands. Fermingarskraut og blöðrur. Partýbúðin. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Það hárið eftir hann, þeir eru hér að hlusta á FM 95 blöð í boði Keiluhallarinnar og Túborg. Og já, ég veit, það ekki leikur í kvöld. Southampton Liverpool. Það ekki búin að ákvæða hver ætla að horfa á hana. Þá mæli ég með Keiluhöllinni. Ekki láta henda þær út af stúdíunni. John, þetta að syngja þetta ógeðslega. Þetta að syngja þetta ógeðslega. Reynda sko, lagið flott en nei, það viðbjöður. Nei, þetta ekki lagið flott. Ég hlusta þetta eina skipti sem Liverpool spilar fótboltaleik sem að, já, en svo er þetta Celtic líka. John, það sko Liverpool eða? Já. Það er lítið fyrir þess að svona fótboltagóm á Twitter og svona. Það lífur ekki meira kjaft. Ég veit ekki, það væri eitthvað fyrsta lagi ömurlega út úr karakter hjá mér og í öðru lagi þá væri ég svolítið að því að þú veist, ég horfi á svona 5-7 hvert leik sko, ég er ekki Þú ert ekki all-in. Það er leikur, koma! En Frikki bróðin, er hann all-in? Ég sem Frikki var reiðan á Twitter. Já, hann er meiri. Já. En pappi, hann er púlari líka maður. Já. Þetta er púlar af fjölskyldan. Já, þú veist, já, maður er bara púlar og þegar pappi var púlar. Ég seti samt, ég er með list á Twitter sem ég bjóð til eins og yfir heilbreiða liðbúrstuðnismenn. Það er 5 manns á listanum. Ég ætla að setja það inn, John. Þú ert á Twitter, þú rýfur aldrei kjaft og horfður á 15 hvert leik, það er ekkert vesen að það. En myndi ekki liðbúrstuðningsmenn segja að þú er veikur Egill? Það var að fara í hináttina, eða við báðum bara, það er svona. Sko, ef það er eitthvað skali 0 upp í 10, veikir og endstunismenn ég held ég sé 7. Ég er ekki alveg fárveikur. Nei, þú ert alltaf þú ert í, 7 til 8. Ég þarf að bremsa mig af. Ég veist ekkert skemmtilegra en að koma ykkur á fæslu sem ég veit að pirra ég kem átt með fæslu sem ég segi ég tæti af með 300-400 followers á einni fæslu og svo ég bombast niður og þarna hef ég hitt taug á einhverjum meðferðum þannig að ég þarf sko ég þarf stundum að slaka á sko. En ég elska að vera með smá flestir liðbúrstunni sem hafa húmor fyrir þessu ef þetta kemur eitthvað Twitterfæslu þetta er bara þá láta með mig heyra á móti og áfram gakk sko. En sumir fara bara í gamla góða fílun og bara ríf múa mig af Twitter sko. Ég fíla líka að vera í minnistöðu af því að þá get ég hort á þetta allt saman og hleyja þessu sko. Það er alltaf verið að veiða menn í einhverja gildru sko. Þú gafti beita á milli bara hjá báðum. Já, ég segi það, báðum áttir. En það styttist í spurningakeppni Gilsarans, það er einhver viðbjóður King of Celebrity eða eitthvað álíka. En við ætlum að fara núna í símtal sem að ég tók upp fyrr í dag. Það var mjög bent á því vikunni að það var ansi langt sinna
Ég fíblaðist í móðin minni, það var gert reglulega í FM 95 alla þriðjuta, en það orðið nokkur ár síðan. Þannig að hún var grunlaus þegar þú fórst að fíblast í henni? Já, eins og þú heyrir í símtalinu, þá fattar hún það mjög snemma, en það er samt skemmtilegt, því að ég hringdi henni daginn og sagði að hlustendur að lesendur í DFF hefðu valið henni kynþokkafylstu mömmu Íslands og það fór eitthvað í töðunum en það símtal. Ég ákvað að taka svona follow-up á þetta símtal því að mamma er búin að vera aðeins út í Budapest og við skulum heyra eitt svona hressandi símtal í móðu mína. Tjekkum á þessum. Halló. Mamma. Já. Hæ, Dröði. Já, hæ, skan. Hvað segir það? Já, fint bara. Það er ég góð, hvað er það að brasa? Já. Hvað er það að brasa? Hvað er ég að brasa? Já. Ekkert, ég var að koma heim og vinninni bara. Já, ok, mér er að trufla eitthvað. Nei. Þú varst í Budapest daginn. Já. Skráður í eitthvað keppni eða? Nei, keppni? Já. Nei, hvað er keppni? Ég var eitthvað að lesa hérna á netinu að The Sexiest Mom of Iceland. Ég var að lesa hérna okkur síðu frá Budapest að The Sexiest Mom of Iceland Halló. Það vunni eitthvað keppni í Budapest. Það er ekki lægir leikir. Varst í eitthvað svona sexy mömmu keppni að núti í Budapest? Já. Segðu mér satt. Er það að hringja í mig þess að plata með eitthvað? Nei, ég myndi aldrei gera það. Nei, en það er nefnilega málið. Hvað hétt þessi keppni í Budapest? Sexiest Mom of... Ég er ekki að tala við þig. Tímið þá að tala eitthvað annað heldur en svona kjástaði þig. Segðu mér hana. Já, þú er helsaður. Nei, mamma, þú varst valinn þetta á Íslandi að samkvæmt lesendur DFF. Ég var það ekki hættu þessu. Fekk það til að skráða þetta í Budapest keppnina. Hvað er eitthvað aðsjáð mér? Ok, ég rættur. Herðu, annars samt, sem er alveg satt. Já. Hvað þyrftur þið mikinn pening fyrir að skráða í svona keppni? Hættu þessu. Ég skell á þig, verður þetta. Nú myndir fá eitthvað nokkra milljónir. Myndir ekki Sweet but Psycho syngur Ava Max eða Ava Max hér í FM 95. Það steytist í vondatið sem að Jón Jónsson tók fyrir í dag, myndur fyrir cash, spurningakeppni Gilsar og svo fleira, en það er eins og komið að fyrsta dagskrálið hans Jóns í þessum þætti og hann sér hvort myndur frekar í dag. Heldur betur. Og það er allt tilbúið. Það er allt klárt sko. Já. Ég er svona ég hlusta nú eiginlega hvern einasta þátt hjá okkur að ég viðkynna þetta er svolítið anda svona hvort myndur frekar sem búið að vera undan. Og hlustir alltaf tjá. Gaman. Já, sjálfsög. Þetta er líka þægileg, ég hlusta ekki alltaf í beinni sko. Nei, bara stundum út eitthvað. Svo ef maður er eitthvað keir eitthvað gig eða eitthvað og það er bara alltaf með félagskap. Eitthvað skilur, sko mæti maður á sjóið og bara hvað segir þið? Þið geggið skapi. Já. Thank you, John. Tjóðlega með hvíta tennur. Er konaðir með eitthvað svona hvítunarsjétt eða? Já, þetta er alveg klárlega besta tannlæknastofan á landinu. Ok, hvað notar hún? Ég má áhuga á þessu. Ég má áhuga á þessu. Hvað notar hún í að gera tennuna hvítar? Hvað notar hún? Sko, í fyrsta lagi þá getur þú, ef þú drekkur kaffi og eitthvað svoleiðis, þá ferð þú og fer í svona sandblástur. Þá tekur alltaf skítin í burtu. Skilur mig? Og síðan getur þú farið í eina lýsingu þar sem þú finnur út náttúrulega litin. Skilur þú? Og í framhaldinu því þá færðu svona góm og svona gel sem þú setur í og getur sett. En þú veist, maður nota það bara. Þetta er 3 skröfum. Skilur, maður var að fara að gifta sig eitthvað, þá hætti maður því smetti á sig, skilur. Ég er það kærleus að ég er búinn að greiða þetta en ég hef aldrei sótt það. Þú hefur aldrei sótt þetta? Minnir mig það, ég var að heyra hans í konunni. Já, kannski það. Það er John er svona, veist, með fallega brungu og rosalega hvíta tennu og ég... Hvað er það? Rosalega hugulur eitthvað. Hvert og hvar úr þið? Við erum að fara í kortmyndur frekar. Já. Og það er hann einmitt Jón sem er með sína hvítu tennu sem sér það. Ertu tilbúin eiginlega? Já. Eru þið til í það? Já. Ok, ég ætla að byrja. Ok, hérna hvort myndið fara í kringluna eða smáralina? Smálina, það er nær og ég vant að vera harðið að smálina maður. Akkur byrjar á svona grófrið maður. Ég er náttúrulega nær kringluna þannig ég verði að segja kringluna. Og kringluna er flókin. Þú veist einhvern veginn, maður getur rugglast hvað er ég núna. Smálina er bara hringur. Þetta er ekki flókin. Ég er að vona næst að sé ekki svona hefi. En ég var að tjóka, ég ætla ekki Þetta er smálindinu mér. Ógeðslega soft gæði maður. Ok, það var þetta svona. Hvort myndir þú frekar
aldrei með að vera aftur í buxum og þyrftir alltaf að vefja fætur og reður og rass, skilur Reður? Já, með gardni Ég hef ekki reður úr 20 ári með gardni til að hylja neðri skrokk. Þannig að bara hverju mótni þurftir að fara út, þá þurftir að vera með gard, þú veist, þið fengu kannski gardni frýtt eða eitthvað, ég veit ekki, en þurftir að vefja, skilur, geta ekki klætt ykkur bara í buxur. Þurftum að vefja með gardni. Já. Eða vinna sem skeinari á grillmarkaðanum í 13 mánuði. Skeinari, hann er á salerninu að skeina fólki. Ef ég tala þetta bara alveg að 100% rétt. Það er vinnan hjá skeinaranum, það ekki. Það er þannig, sko. Nú hef ég alveg borðað á grillmarkaðunum. Er þetta eitthvað sem er nýbyrjað? Þeir voru að auglýsa í þessu stöðu. Sko, hitt er það alla ævi. Já. Hvað maður lengi að vefja sig? Þú erðir alveg góður í því, saman. Hvað maður lengi að vefja sig? Ég mældi ekki. Bara það að vefja, ég skifði með ökla með hlinsunni. Að vefja öklan tók mig 25 mínútur. Ég vefja mig alveg upp á, eins og þú sagðir, reður eða ekki? Þú þarf náttúrulega að vefja það væntanlega líka einhvern veginn. En ert það stressað því? Ert það ekki að stressað að þú þurfa að vera alltaf í einhverju garni? Já, ég bara stressað út af lengja þessu, er það sem að bögga? Ég segi mér að drífa út. Það er best að vefja sig. Það tekur kannski 90 mínútur. Já. Þið eru búin með æfingu í sporthúsinu eða eitthvað maður. Ég er meira að hugsa bara, ég er að fara kannski ásatið eða í brúðköp og ég er bara með eitthvað gardin utan á mér. Ég held að ég held persónlega að sé ekkert svo slæm vinna að vera skeinari. Nei. Ég er með rök. Ég er búin að skeina krakka heilengi núna. Sko ok, það er kannski skrítið að kemur einhver 120 kg lagamaður og halla sem milli læranamaður í skeinunum. Ég viðurkenna það er weird fyrst sko. Sérstaklega hann er mikið hárum á raskatinu og eitthvað. Ég held að venjist fljótt samt. Og síðan er spurninglega hvernig vinnutíminn? Út af því að út á kvöldin meira. Já, er ég bara mæti kljóðan svona 8, skeini mönnum til svona kannski 11 eða eitthvað, farin heim. Þetta er svolítið þægileg vinnutími, hvað það var þar? Ég er bara hann inn á klóst í sellunum, fáðu seti. Ég er ekki að peppa það fyrir svo Egill, en þar sem að þetta eru bara 13 mánuðir og hitt er alla æfi, þá held ég taki skeinaran. Er það ekki? Jó, ég meina fólk sem er að vinna á elli er að skeina. Já, algjörlega. Þannig ég hugsa bara að ég taki það. Maður þetta segja mönnum alltaf að sturta niður til fyrsta. Rikka með hann á salerninu sko. Það er alveg saman hvað sé Rikki einhver annar. Ég myndi segja að það er shit and flush hérna hjá okkur á grillmarkanum. Já, ég veit að það kemur átt að slæm líkt að. En væru þið heiðarlegir skeinar, veit ég hvað við. Þú veist, mynduð alltaf klára þannig að væri engin í, þú veist, myndur í stundum þú góðu félagi. Sko ég er með philosophy. Alls saman hvað vinnum við, gerðu það vel. Þannig að sko hvort þú sett sjá hún skrúalagarinn og íkja að setja skeina mönnum sko. Ég myndi, menn varðu tandur hreinir á gilsarann. Já, ég er bara hreinskilinn. Ef ég hef ekki gaman að vinnuna þá er ég latur og ég held ég myndi ekkert hafa neitt rosalega gaman að því að skeina. Þannig að ég myndi ekkert vera, það er ekki tandur hreint. Þú sendir þessu spurningu blá veitur. Það er sér algjörlega. Mjög góð. Næsta spurning tengist auðvitað þessu sama? Nei, alls ekki, eins og þú varst að tala með Justin Bieber, skilur þú bara vorkinum ekki neitt, hann á svo mikið, skilur við erum að fara hans inn í það. Ok, eiga 4 miljardar inn á bankabók en mega ekki verið neinum samskipti við annað fólk á milli 15 og 22 alla daga, skilur það er að segja, frá 3 til 10 þá máttu bara, og verður bara að vera einhverstað 1, skilur eða kúka alltaf á þig þegar þú hittir mömmu þína. Það er mjög weird. Ég sagði rosalega spurningar. Ég sagði þetta væri anda þess sem er búið að vera. Það er rosalega rósa þáttinn. Þessu slæmt er millir 15 og 22. Ég var ekki að pæla með tíma. Lönns með einhverjum, skilur, og séðan bara hörðu ég heyri þér í kvöld. Algjörlega, þetta er svona option á því. Samt 10 er helviti sent, ég er fann að sofa það sko. Þú ert náttúrulega ekki fann að sofa þá út 4 miljardar. Þú ert fann að sofa því þú ert að vakna snemma til að mæta í vinnuna. Já, góð punktur og blöð. Ég held, Jón, að það væri til dæmis bara frá 3 til 10 alla daga, þá myndi ég nýta það bara sem vinnuna mína. Ég á 4 miljardi að þetta er bara svona, nú ætla ég að ávaksta, svo ætla ég ræktina, svo ætla ég eitthvað senni eða eitthvað svona búttadæmi, svo er ég bara ferskar klukkan 10. Ég tek það. En ef að blöð hittir ykkur vinn sín í ræktina, en akkur þegar hann er að taka á því? Ég með mitt eigið gym, ég á 4 miljarda. Góð punktur. Já, þú meinar. En ég meina, ok, sko, maður hittir mömmu sína hvað, ég sé ekki sé afrið kannski einu sinni í viku 52 ára á ári, eða ekki eða
síðan kemur eitthvað 2-3 vikur og hittar hann ekkert sko. Sem þetta er ræðilegt en ok. Þannig ég velti fyrir mig, þú ert ekki að skýta á þig nema kannski 40 sinnum á ári. Sem ekkert ræðilegt. Átti ekki 4 milljarðar samt. Nei, en það sem verra í því líka þetta geta orðið til þess að þú hittir mömmuðina sjálfnar því þú nennir ekki að skýta á þig. Bara æ, mamma, hún að nota að borða með henni, ég get það ekki maður. Get ekki sammála. Cash. Cash is king. Herðu, síðasta, við þurfum að velta við komið hérna yfir þessu. Hvort myndið þið vilja hafa engar hendur eða halda þið væri með engar hendur? Það tekur mig, það er svona 500 að skilja spurninguna. Það er að byrja. Sko, þetta kemur nánast út á sama sko. Ok, ég er ekki með hendur. Já. Eða ég held að ég sé ekki með hendur en er með þess. Ég skil þetta ekki ennþá samt, Nei, sko, að þú veist, ef þú hefur engar hendur þá kannski getur rétt mér hérna dósina hérna eða eitthvað skilur. En ef þú ert með hendur og þú veist, bara akkur er nær ekki í náðu bara þetta sjálfufíblið þitt. En þá segir þú, ég er ekki með hendur og hann segir, jú, þú ert með hendur. Já, það væri, þú er svo ofta lendi í þessu scenariói. Þú væri bara þetta er svo létt. Þú er bara á kassa einhvern veginn í bónus og eitthvað 8.386. Fyrir ekki að meina, getur rétt með þetta hana? Já, eitthvað svona. Er ekki þetta sjálfur? Ég er ekki með hendur. Víst? Nei. Þetta er steikt pæling. En myndi svo alltaf gleyma þið þá? Hvað þér? Myndi svo alltaf það bara, ef ég væri búna segjum bara ég væri með þetta núna, ég myndi að herruna rétta mér þetta dósina og bara okkur tekur ekki sjálfur því ég er ekki með hendur og þú segir, víst þetta með hendur já, ég er með hendur, gleymi ég svo strax aftur já, þú heldur alltaf bara og sérst ekki með hendur ég tek það samt á því að ég skil ekki ennþá sko. Það er ekki mér að kenni sem er lág grendaðastölu sko. Ég var til að skilja hann Það ætla að segja bara, velja bara saman blöð Þetta var of djúpt greið Þetta var mjög góðar Þetta var hvort myndur frekar John Johnson Ertu í grendinni? Nings Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld Hvað viltu meira? Sjáumst á dansku kránni Den danske krå Tutto bekant solo eravamo, si resi nota, o so compta la caro. No, Dio santo, cara, io sta parendo nel corso del gol. Quiz, da dentro Salano Messi, con Matrale Passadero, una goccia. Ramos, vamos. Boltinn í beinni og boltatilboð á barnum Keiluhöllin Egilshöll, Wembley okkar Íslendinga Bragðaðu ævintýri Njóttu ævintýralega góðu Freyju páskaeggjana og þú gætir unnið ævintýralega vinninga inni á freyjuheimur.is Freyja Exo Jóðellhúsinu og Smáralind Líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eirvík. Vertu velkomin í Verslun Eirvíkur, Suðurlandsbraut 20. Er þitt fyrirtæki í góðum fjarskiptamálum? Segðu okkur hvað þú þarft og við leysum málin fyrir þig, hratt og örugglega. Vodafone fyrirtæki. Vorhátíð í Skútuvogi á laugardag. Latibær skemmtir. Allir fá ís og tróðfull búð af tilboðum. Húsasmiðan og Blómaval. Tónlistar og DFD markaður við Laugardalsvöll. Þúsundir titla á tilboði. Mikið úr val af vínilplötum. Opið frá klukkan 11 til 19. Til og með næstkomandi sunnudegi. Innréttingar, blöndunatæki, parkett, flísar, máling, ljós, innihurðir. Það er gott að byrja í Bíkó. Þú gætir unnið VIP-ferð fyrir 2 með Pepsi Max og KFC á úrslitaleikin í meistaradeild Evrópu í Madrid þann 1. júní. Keyptu máltíð með Pepsi Max að matseli KFC, geymdu kvittunina og taktu þátt á pepsimax.is. Þú finnur lausnina í vörum Villimeyjar. Náttúran sér sína, vottað lífrænt. Villimey, virkni og veljiðan. Poppaðu upp tilveruna. Nóa Popsmellur er nýtt og ómótstæðilegt súkkulaði húðað popcorn sem einnig er fáanlegt með pipardutti. Grípandi smellur sem tyllir sér beint á topp vinsældalistans. Popsmellur, nýjasti smellurinn frá Nóa Sirius. Hvert þú í logandi? Double Devil er nýr hamborgari á matseli American Style. Syndsamlega góður. American Style.
Skrúfjárn, skrúfbitar, skralliklar og toppliklasett frá Vera. Verkfærasalan. Fermingarskraut og blöðrur. Partibúðin. Þú átt skilið það besta, Nings og kroppurinn blómstrar. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Hárið þeirra að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og við drengindi þakkum ykkur kærlega fyrir það. Það er eins og að komið að dagskráralið sem að ég er alltaf svolítið hrættu við og það er spurningakeppni Gilsarans. Það er ekkert að vera hrættu þennan dagskráraliði, Blondell. Já, ég er meira svolítið hrættu við King of, hvað var það, Being a Celebrity. Já, það er svo ert. Ég er í þveng núna. Og svo sagður þér í byrjuð þáttar að þú ert búin að vera að sprengja. Og blöð hefur verið í þveng, hann að ég ætla bara að stróka hana út núna. Þannig að við höldum áfram með þetta. Það eru báðu konum við búnd. En blöð, meðan þú gerir trailerinn kláran, þá ætlaði ég að koma með kærleikskveðju. Því að ég veit að Framar eru á Spáni núna, Ofurölvi, að hlusta okkur félagana. Vel gert Framar. Og það er að fellow bodybuilder hann, Orri Gunnars, mjög þykkur náungi miðaði fótboltamann. Ég er nokkuð vissum að sé að taka Anadrol eða Anavar. Þannig að láta hann mann pissa í glas, álfuru skrokkur. En kveðjur til Framara. Ég fíla þegar að heilt fótboltalið er á Spáni, gætu verið úti á æfingu þegar hlusta okkur félagana. Já, mér finnst alltaf verið verið. Og við erum að fara núna í spurningakefnina og það verið geggjað að fá kannski svona 1/5 af trailerinn takk. Var til trailer fyrir spurningakefnina? Já, það var til bjóðan til, já. Ask me a god. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Já, það er ekki náma 2 mínútur eftir á honum og það er alveg eins. En þú fegst má hana. Já, ok. Herðu, getur ekki sett allar þessar trailer á Spotify? Þannig að maður getur bara dottið svona, kannski tekið nokkra trailera bara. Það er eitthvað besta hugmynd sér hýrt. Wow. Erum við henda með það? Já, right now. Sko, þetta er King of Being a Celebrity. Já. Og því að það er það sem þið eruð. Þið er celebrities. Já, já. Þetta er maður vaknar á mótnan og maður hugsa bara, wow. Og ég veldi fyrir mér, hver er the king af ykkur tveim of being a celebrity? Vil ekki bara byrja þetta og ekki? Þú ekki bara henda okkur í þetta? Ok. Já. Þetta er ennþá í gangi þetta drast. Sko, ég er með 10 spurningar, sumar eru sérstakar. Ok, byrjum bara þetta. Getur þú farið í Smáralind og verslað í friði? Já. Nei, ég verð alltaf að fara á nóttinni. Það er ekki? Nei, lendi ekki eitthvað úrlingum? Hey Jen! Svona kjaftaði. Þetta er svona basically Eddi! Ég meina, ef þú kalla það að einhver tali við þig. Nei, bara ég tala um eitthvað úrlingar að kalla þig. Þessi, Eddi, hvað er sveppi? Hvað er sveppi? Það er svona, það kemur fyrir en það er ekkit eitthvað. Smiðukenndu það bara og getur ekki verslað í friði í Smáralind. Það flókið það. Jú, ég get alveg verslaði fyrir þig. Ég var bara í Smáralind í gær held ég. Varstu ónáður af okkur class clown? Nei. Kom okkur lag og gómar, Sjöld? Ég er samt alltaf nefndir, það kom alveg svona Jón! Kom eitt svona En minna það er ekkit að ónáður. Það er ekkit að trúa. Hvað er það annað en að vera ónáður? Hann er í Smáralind og okkur lagartrúður öskrar Jón! Já, alveg, ég held að allir lagerstarfsmenn Íslands hati Nei, ég var lagagómar í 10+ ár. Sko, en ok, þannig að þið getið ekki farið á þess að kallað á ykkur eða eitthvað svona smá áreiti í rauninni. Já, það kemur fyrir en það kemur líka fyrir þessi ekki. Já, ok, frábært. Gott þið viðurkenna það. Menn hvenær fóruð síðast í kringlun og úrlingu letur ykkur vera? Það gerist ekki. Það gerist oft. Hefur þið sprengt inn í annað celebrity? Shit, þetta er svo vitt. Já, býtum við. Nei, sveið með það. Hugsa þetta aðeins. Já, ég þarf ekki að hugsa þetta. Ég þarf ekki að hugsa mikið sko. Þetta er bara hvað er múin að vera gömul lengi? Celebrity sem hann er ekki. Hún verður að fá 10 ára. Þannig að ég var 17, hún var 16. Ok.
þannig en takk fyrir spurninguna. Nei, ég bara með Jóni þarna. Þú varst það sem á að sprengja í mig eins og í amerísku drömnum, þú varst allsbjörn og labbaður yfir tíminn í svefni. Ég get lofa því að það er að síðasta sem ég myndi gera í þessu lífi, það verður að sprengja í þig. Samt labbaður yfir og það kallast að labba í svefni. Sindra var eitthvað á hann. Ertu a hot celebrity? Nei. Þetta er svo óþægilega spurningar. Þetta er svo vond. Ég nenn ekki að vera í þessari spurningar. Það er samt. Ég verður að vera completely honest annars sko. Þú veist svona heilt yfir Emma er ekki, þú veist, það koma kannski moment, skilur það sem er bara eitthvað I'm so hard right now. Það ertu búin að gera eitthvað good shit, skilur. Þetta er erfitt á Íslandi sko. Ég meina þið eru alltaf að gera, þú varst að gefa út lag í gær, John. Og Pope, þú ert með a winning show. Það er svo fyndið að þú nefnir Ísland. Það er einmitt að gefa út lag, þá sendur svona Facebook message á svona 5 útvarpsmenn sem þú þekkir á öllum stöðunum. En er lagið Getur þið spilað það eitthvað? Það er bara eitthvað. Já, eitthvað. Það er eitthvað. Já, ég heyra þetta punktur. Nei, ég meina, er það ekki blöð? Ég meina, þú búin kannski með gig í Eyjum og ferð svo aðeins inn í dalinn. Jú, sjálfsögum. Þá ert alveg svona, hey, I'm so hot right now. Já, þá líður eins og a celebrity. Það er kannski að þjóðatíð. Þetta er mjög spennandi, það er 2-2. Hefur þið fróaður á Sauðárkróki? Hvað er það? Þú sýndir huga þess að ekki. Ég sýndir huga þess að. Af mörgum spurningakefnum er þetta svo vest? Það eru allar spurningar ógæstlega. Mér langar ekki að svara nefn. Þetta er samt svo mikið key í því að vera celebrity sko. Það er búin að taka þarna. Það var kipt í svo að segja. Já, smá. John, þú ert giggar út all land. Já, ég er samt lítið í því að vera kannski svona að taka eitt gig og bara svona aðeins svona að fytleika við mig þar. Herðu, er ekki eitthvað bakhætting hérna fyrir strákinn? Áður maður leggur í hann. Er ekki eitthvað það er eitthvað minna en það sko. Þetta nei hjá þér, Jónu? Já, svona frekar hreint nei sko. Ég fann að gruna Egill vilja að ég vinni keppnina sko. Alls ekki, ég hef ekki hugmyndu. Ertu múin að hrista þarna? Ég meina, hvað heldur? Ég bjóð þarna frá ég var 11 ára til 19 ára. Ég held að segja sér bara sjálft. Þú hefur byrjað snemma. Ég líka veist það. Þarna byrja ég að uppgöta hluti sko. Hefur þið sagt við fyllibittu á biffanum fyrirgjöðu vinnur, við félagarnir bara reyna að skemmta okkur hérna? Wow. Hefur þú sagt það? Ég veit ekki með á biffanum. Þú ert oft koma fyllibittu Eiti! Wow. Eiti! Nei. Hvað er söpi? Sko, nei. Jú, sko, ef það er, en ekki á biffanum endilega. Já, en ef það er einhver með leiðindi þá er ekki bara að koma og segja hæ og spjalla. Hvernig þólið maður þín, blá edru og jamminu? Ég nefnilega sko, þetta er heldur stundum erfitt. Ég hef mjög gaman að vera, skilur allt það, en af því ég er svo meðvitaður aðstæður að þá get ég ekki mitt svona stundum bara, herru, haltu kjafti, skilur bara, ég heldur bara já, var það frændið, já, eitthvað svona bara reynir að vera næs, bara alltaf tíman. En ég er ekki eins og að tala um þannig, ég er að tala um að það kemur einhver og er bara leiðilegu við þig. Já. Ekkert að koma að spjalla að segja, herri, frændi minn, hann var með þér í skóla eða eitthvað, þá er ég að tala um bara að ég finna að einstaklingurinn er að reyna að pirra mig. Ég skynja þig. Já, ég meina stundum er bara það er til óþándi liðana sko. Bara því miður. Þannig að þetta er punktur hjá Blondell. Já, ekki á mig. Svo verður samt John, verður stundum að láta liði heyra það. En núna getur þú fengið punkt John, hefur þið flaskaðu upp í sundlug? Sem er orðið eftir að ég er alveg að fara ít að græna takkin. Þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Það er bara alla spurningar beint á mig. Oh my god, hvað þetta er gott maður. Þetta er bara random spurning. Þú meina að flaskast upp í sundlug? John, hefur þið setið ofurölu ykkur sundlug með flösku? Það er, ég minnist þess ekki sko. Ég er svona að reyna að sjá hvort að ég geti sett þetta í einhverja svona samhengi við eitthvað annað en mannst ekki eftir því? Nei. Blondell? Já. Ég hef aldrei skemmt ég að vilja á æðið minnum. Hvað eru margar eftir? Þetta er besta æðið minnur. Hvað eru margar eftir? 1, 2, 3, 4. Ein er svona í sviga, ég þór ekki að segja hérna. En förðu völdum áfram. Hefur Gella sagt við þig vá, þetta er mín fyrsta sprenging frá álveru CD. Celebrity
Nei, CT-stytting á Nei, það er enginn sagt það við mig. Hafði segir þetta stundum sko. Kallar það CT? Já, kemur alveg fyrir. Það er punktur á John. Please setja ykkur að punkta á hann. Ég get ekki verið að neitt. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ertu það mikið celebrity og þú getur skroppið heim í hádeginu? Jæja, herðu, þetta var það er mynd vangaveltur hér í þessu stúdíu hvort það Egill sé heilbrigður eða ekki og við komumst að niðurst að hann sé það ekki. Þú hafa köttað á mig, ég átti með þess eftir spurningar en þú tókst þetta Blondell, þú ert king of being a celebrity. Já, því líkur heiður. Og þú vannst John, sem er ekki eitthvað class clown. Nei, einmitt. Við ætlum eins og að fara núna í, talandi um John, við ætlum að fara í vonda atið. Nei, það er hér á eftir, ég er að ruggla maður. Það er allt niður. Við þurfum að róa þetta aðeins, við ætlum að fara fyrst bara í sturlastaðnettir. Ég rugglaðist aðeins, sorry. Allt í góðu. Allt í góðu, þetta bara getur allt gert í beinni, skilur. I'm only human, Harry. Og hvernig er þetta? Ertu meina ranga eða hvernig? Já, það er einn sem er kæftæði. Hann er mjög góður í það er þreytt að vita. Það er engilega ekki skoða. Já, ég er samt pínu forröðning hvort það hlustendur á hann og ekki skoða. En við fáum svo sem ekkert að vita það. Sett ykkur skilabóð? Já, reyndar. Ég náði. Ég gata. Er þið tilbúinir? Við býtar? Já, ég var tilbúin. Ég var tjókið. Ok. Ok, það er rétti. Báðum til. Ok, þá byrjum við. Það er örlega bara fínar í dag sko. Walter Sumford varð 3 fyrir eldingu á lífsleiðinni og grafstinn hans var svo líka fyrir eldingu. Wow. Þannig að hann varð fyrir eldingu eftir að hann var komin í gröfin. Helviti óheppin náungi. Já. Það hlýtur að vera manjur. Það er engin svona óheppin. En maður hefur samt lesið nokkra sem hafa orðið fyrir eldingu oftar en einu sinni. Af hverju ætli það sé? Já, það er ekki 3. Var með eitthvað játn í hausnum eða eitthvað? Já, ég veit ekki, nei. Það var ekki þannig. Kemur það fram að var játn í haustum á hann. Það er eitthvað sem þarf að koma fram í þessu rugli sko. Ég líka að segja nei, bara eins og ég hef lesið um hann. Nei, það var ekki þannig. Hann fór í einan nýjað að gera þetta. Þetta gæti verið manjur sko. Hefur hann einhvern tíðan byrjað? Þetta getur taktík núna byrjaði. Wow. Svo er það næsta, kóalabirnir eru með svo lítinn heila þeir mun oft ekki hver maki sinn er. Það er skemmtilegt. Það er líka bara geggjuð afsökun. Hei, ég er bara svo heimskur, ég veist ekki. Ég var bara stein gleyma þig. Já, ég var búin að gleyma þig, þú ert kona mín maður. Hvað er þetta? Þú veist þið með lítinn heila. Vá, hvað er þetta gott maður? Já, ætlaði eitthvað kallmaður lent í þessum. Já, eða kona. Hann eitthvað, ég er með koala syndrom. Svo lítinn heila. Það er svona held ég framhjá. Sem er þetta rákins búntur. Það er næsta, það er vottur af gulli í hárinu á þér. Wow. Hvernig þá? Ég veit ekki hvernig þá Egill, ég bara las það og það eru pieces of gold í hárinu þér. Pieces of gold in your hair. Flakes stóð. Hvað er mikið gull í hárinu á þér, Blondell? Mæntalega lítið í hárinu á mér en það er eitthvað í hárinu á ykkur. Þetta báðið með voða flott hár. Við skulle hafa tekið þessa inn. Þetta er gegn. Ekki fatt að þetta kemur. Það er ekkert gull í þér. Þetta er, veitu hvað ég laka til bara eftir svona 23 ár að vera ennþá að hlusta á okkur og þið eru ennþá að tala um að flösi skölláttur og ég er ennþá lollandi. Ég held að það var aldrei þreytt. Þá ætla ég að vona að Egill verða skölláttur. Einu skellurinn er spólum 25 ár fram í tíman og ég er að bold piece of shit líka. Það verður þreytt. Já. Þú þarft ekki að vera bold, þú ert bara bold. Þú ert ekki endilega bold piece of shit. eins og ég er búin að reyna að segja þér alveg nokkru sinni. Það er bara til sköllótti menn. Alveg eins og bara venjulegt fólk er ekki alltaf á lager eins og þú talar um. Svo er það næsta. Ananas, þessi er góð, þessi er skemmtileg. Hljómar sem manjur strax, ananas. Já, hvað er frávægt með ananas? Pineapple. Kottum þess að lígi. Ananas var svo dýr í krigum 1700 að fólk leigði sér ananas og lappaði með hann í veislum til að þykjast ríkari. Það þurfti svo að skila honum aftur. Já, getur verið eitthvað. Þið ánæðar ekki verið uppið þarna maður. Jésu. Akkurju? Það er ananas í viðbjör. Það er ekki pizza með ananas. Þau voru ekki að borða hann. Þau voru að halda honum sem skraut. Ég seti þetta alltaf ananas og pizza. Í hálfurinn, tjöðan en þú. Býtu, var Guðni Press, var hann ekki með þér? Hann er á móti. Hann hatar ananas og pizza. Setur þú ananas og pizza, tjöðan? Ekki ef ég er eitthvað að ringja og velja áleik. En það kemur oft svona eitthvað svona veistla sem með alls konar drasla og ofta ananas á og ég er bara í góðum feeling sko. Já, sama hér. Það eru nokkur eftir. Þú ert handjárnar í Írak fyrir aprílgap. Þannig að Justin Bieber hefði verið í vesinni í Írak. Bannaði að vera með comedy þar. Bannaði að vera með grín þar. Já.
Það bara, það eru ekki hrifnir aprílgabi. Líklega ekki manjur, líklega rétt. örugglega. Ánægð með John, hann tekur punktan alltaf að pakka með saman. þetta var gæt á. Svona hér, það eru 2 eftir. Þú værir ekki nema klukkutíma að keyra út í game. Ha? Þú værir ekki nema klukkutíma að keyra út í game. Ef þú bara er á bíl og getur keyrt bara einn upp eftir, þá værir klukkutíma að komast út fyrir sem sagt. Verður komin í gravity. En ég meina, er ég á Yaris eða er ég á... Þú ert bara að keyra á 100. Komast ekki flesti bílar á. Það er rosalega mikill munur á að vera á SRT 878 a muscle car eða á Yaris. Já, þú ert bara bíl sem kemst í 100. Ég get lofa því ég sneggur upp í game á SRT-num. Það er verið að tala meðaltal í. Ég er bara að tala ég sneggur á SRT-num. Já. Hvað er langt upp í þetta ósónlag hann? Hérna ég veit að það greinlega ekki það mikið að þú ert klukkutíma. Ég get sagt ykkur, þetta er ekki kjaftaði. Þetta er bara bein lína Það er svoleiðis. Og hann er að fara að gefa okkur, Ég er allan daginn að fara að prófa þetta. Testa þetta, Jæð. Svo er það síðasta. Aðeins 18% bandarækjamanna kunna að keyra beinskiptan bíl og þetta fannst mér rosalega lág tala. 18%. 18% kunna að keyra beinskiptan bíl. Kunni ekki allir á Íslandi sem eru með bílpróf, sveið með það. Maður þurfti að er búið að breyta því? Veit ekki hversi búið að breyta. Það er samt leðilegt. Það er best að vera með þetta bara sjálfskipt, við ekki það. Já, kunna á beinskiptan. Og þá spyr ég bæði ykkur drengir og hlustendur hvað af þessu var kjaftaði. Þú voru komið recap. Walter Sönford var 3 fyrir eldingu og svo fekk grafsteinninn hans eldingu líka. Kólabitnir með svo lítinn heila, þeir muni ekki hver maki sinn er. Það er vottur af gulli í hárinaður. Ananas var svo dýri kringum 1700. Þú ert handjárnaður í Írak fyrir aprílgab. Þú verður ekki nú klukkutíma að keyra út í game og 80% bandarækjumanna kunna að keyra beinskiptan. Þetta er annarkvort gulli í hárinu eða Þetta er kólabitnir af gulli. Já, þetta er svolítið þannig. Þetta er einhvers stað þar, sko. Hvað segir ég? Ég þarf svar, skuldum auglýsingar. Við endum líklega að vera sammálaðið. Það er engin með gull í hárunu blándi. Þú ert að syngja með raskatuna þar. Ég ætla líka þar. Nei, kólabitnir, þetta er ekki með Þú ert ekki enn búin að ná þessu Egil. Hvað ertu búin að fá marga tilhörnum? Ég veit bara, út voru svo góður í þessu. Hér eftir smá vondati með Jóni Jónssoni. Nú eru sófadagar í Tech og Habitat. 10-40% afsláttur af tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Tech og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Alvöru bacon á alvöru bacon borgara. Dirty Burger and Ribs. Tudor rafgeimar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeimum. Í kvöld á Stöð 2 Impractical Jokers og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir. Gamanmyndin The Wedding Singer með Adam Sandler í aðalhlutverki og Gringo, gamansöm spennumynd af bestu gerð. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Tími símskeita er liðinn. Gjafakort Kringlunar er aftur á móti gjöf sem getur verið allt frá sokkum til síma. Kringlan af öllu hjarta. Vorhátíð í Skútuvogi á laugardag. Latibær skemmtir. Allir fá ís og tróðfull búð af tilboðum. Húsasmiðan og Blómaval. Gætir unnið VIP-ferð fyrir 2 með Pepsi Max og KFC á úrslitaleikin í meistaradeild Evrópu í Madrid þann 1. júní. Keyptu máltíð með Pepsi Max að matseli KFC, geymdu kvittunina og taktu þátt á pepsimax.is. Hvern vilt þú dekka í umferðinni? Ekki gera málamiðlanir þegar kemur að öryggi. Veldu Goodyear. Klettur. Keto pizzubotnin er komin. Black Box Pizza Borgatúni. Nú er kauplaup í Smáralind. Taktu sprettinn og gerðu frábær kaup á nýjum vörum. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Var nóttin erfið? Ertu ekki örugglega í besta rúminu fyrir þínar þarfir? Í Vók er að finna mikið úrval af stillanlegum heilsurúmum sem gera lífið betra. Vók fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Langar þig í nammi? Það er 50% afsláttur af nammibörnum okkar frá förstu degi til sunnudags. Æsland opið allan sólarhringinn. Freyju draumaegg. Ævintýraleg blanda af súkkulaði og lakrís. Fáðu þér páskaegg frá Freyju og þú gætir unnið ævintýralega vinninga. Freyja. Allt
Allt er betra með beikoni. Þess vegna er Bacon Towerborgarinn á KFC svona góður. Original kjúklingabringa, kartöfluskífa, ostur, salat, tómatsósa, léttmajónes og auðvitað bacon. KFC. Lifandi tónlist í kvöld, annað kvöld og öll önnur kvöld. Sjáumst á dönsku kráni, den danske kró. Opið til klukkan 9 alla daga í Smáralind og Jóðellhúsi. XO, líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Hér á FM 95 Blö á FM 957 og Jón Jónsson er hérna með okkur og ég er með pælingu Jón. Já. Því að Jón Gnarr kom til okkur sem gestur fyrir ekki svo löngu síðan. Ég hlustaði, sjálfsögðu. Þið nafnarnir. Þið eigið það sameiginlegt, þið eru báðir vel grillaðir. Ég er ekki að segja að þú sett jafnstekt Nei, ég er ekki að vera sömu bara hillu og hann maður. Já. En þú ert samt svona með þeim grillari sem ég kynst. Já. Þú ert lett með að fara í flippið og grínast í liði. Já. Flipparið. Já. Vel stektur. Og mér langar að henda í vondati því ég leti Rikka G, mannstöðar Jóngna, hann var að ringja út í bæ og Ati er ókslega stöðt og lélegt og svo fer hann bara beint í eitthvað small talk sem ég elska þetta. Ok, ég er nefnilega held að þú sért þetta en fáu sem getur leikið þetta eftir. Ég var náttúrulega að leika mér að láta Rikka gera þetta því ég vissi að þetta er vond. Já. En ég held að þú getur pullað þetta sko. Ok. Ertu tilbúin í þetta? Já. Herru, ok, ég er búin að finna hérna sundlaug, ég ætla að henda þér í sundlaug Njarðvíkur. Okay. Ég ætla ekki að henda þér ofan í hana. Eitthvað djúpulegin eitthvað. Ég ætla að ringja þáka. Og ertu tilbúin? Já. Þú veist að það er að vera ræðilegt. Ræðilegt, já. Það ekki breyta hans röddin, já. Já, þú ræður. Þú mátt vinna með bara hvað sem er. Já. Bara því verða því betra. Ok. Íþróttumir, segja góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég ætla að ringi sundlaugina í okkur. Í hvað? Sundlaugina. Sundlaugina, þetta er sundlaugina í Njarðvík. Já, fyrirgeð. Herðu, ég var þennan daginn. Ég glemdi armhringjónum mínum. Vindur hvað? Armhringjónum mínum. Já. Það er nú það, armhringir. Þetta er svona kútarnir mínir sem ég hef ekki alveg syndur sko. Þannig ég kom með kúta svona fullorðins, svona appelsínugula armhringi. Þeir eru mertir Þröstur, sem er reyndar ekki ég, það er frendi minn sem átti á undan mér. Nei, heyrðu, ég er að grínast, ég er Jón Jónsson þetta er smá símat hérna fyrir útvarpið þetta FM 95 Blöð sko. Þannig að þetta var, ég gleymdi einhver sko, þetta var bara svona ákveðum að gera smá grín sko. Allir svona, það er svona fyrir þáttinn. En hérna, er ekki brjála að gera eitthvað núna í góðverðinu eða? Nei, það er bara frekar rólegt. Já, er Njarðvíkingar ekkert að fara í sund eða? Þeir fara á Keflavíkur sund maður. Hvað það því að maður? Það þyrfti bara setja einhverja renniflöyti á okkur eitthvað. Ég segi svona. Hver er þetta? Þetta er nonni hérna sem með fjörskildina á RÚV, mannst ekki þáttum alltaf. Nei, ég horfði aldrei á. Heyrðu, gaman að heyri þér og ég ætla að góða helgi. Svolítið. Ok, sko, þetta var eins og ég grunnaði. Þú ert einn af þeim fáu sem getur, Rikki gæti þetta ekki. Nei. Þú getur þetta. Já, þetta er gaman að þessu. Þú ert, ég er ekki að segja jafngrillar og Jóngnar. Nei. Þú ert samt einn af þeim stektar sem ég stórkastlegt. Þetta er svo gott, ég hló svo mikið þegar að vissi ekki að fjörskildinu. Hvað kallar þetta? Nonni fjörskildinu. Svo Sam Smith með lagið The Promises, Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Jón Jónsson með ykkur til 6. Það er nú ekki mikið eftir, þetta er búið fljótt að líða. Klukkan er 20 mínútur í 6. Og er þetta ekki time flies when you're having fun? Ekki hvernig þannig? Nákvæmlega, þú veist hvað froskandi segja. Hvað segir þér? Time's fun when having flies. Það er geggjað. Það er svona geggjað. Það er borða flugur sko. Akkurat. Ég segi svona. En eru ekki komið að cash eða? Jú, það er komið að myndur fyrir cash og ástæðan fyrir að ég er spenntur fyrir því er af því að hann sér þann dagsfjöld. Jú, ég er spenntur en jú. Ég er miklu meira ég er spenntur. Ég ætla að vona að sé ekki í alveg sama grillinu og spurningukeppniðin á hann. Pastur á grilluð?
Þetta er einhvern veginn í Já, sama mér fannst það bara óþægilega. Nei, ok, sko Þetta er 3 spurningar Já, eins og alltaf. Og John, hreinskilin Já, bara hreinskilin alltaf hreinskilin. Því að við erum ekki að ljúga hlustundum Jón þekkir regluna, þú veist ekki að segja hún að það er Aldrei aftur samlíf með sjálfur fyrir 5 milljónir 5 milljónir íslenskar? Aldrei aftur Tekur ekki Tekur sér ekki Elskar að hrista þig Ekki eitthvað elska, ég myndi samt alveg að segja að það sé ákveðin lykill af veljan, svona partur af því einhvern veginn. Að hrista sig? Já, svona bara svona losa spennu, svona réttum englaflíkum. Já, vel svar og þú tókst það eiginlega Tókst þetta einhvern veginn svo þægi og það er óþægilega Æ, sorry Helvitis jump Hvað meinar þú? Ég hristi mig ekkert Já, gerði þetta eitthvað svo þægilega Sorry Já, þetta er líka hérna, þetta er ekki life-changing upphætt. Nei, ég enda hafa þetta mátti ekki vera mikið, sko. Svo bara áður maður að veita að þá er búið að sparka mann aftur reynaferðin en þannig ég ætla að segja nei. Þið er skaman að hrista þig, blöð? Nei, bara fínt ef maður einn. Þú geta gert það. Alltaf að millega. Já, það var komið að hristu tíðanbíl aftur hérna. Það eftir inn. Já, þú gerir það svolítið út einn. Ekkert alltaf því ég er einn. Þú veist, ég er einn að keyra, þá er ekkert að hrista mig. Þú er bara einn heima, og hefur kortið 20 mínútur? Nei. Þá er það ekkert fyrsta sem að poppar í huganum, sko. Shit, ég er einn með það. Já, ég er einn á 20 mínútur. Ég veit hvað ég ætla að gera. Þetta er ekkert þar. Gekkja sann. Ok. Maður er að leggja stað eftir kortið sér báðir. Ég næði þessu. Já, ég ætla að ná þetta. Þessi báðir nei við 5 stórar. Já. Væru til í að gefa Valdíbirni handtristing fyrir 1,8 milljónir sem þú leggur út 1,8? Já, sem ég legg inn á hann. Og þá myndi hann vera til í það. Hvað er með þig og Valdíbjörn? Í hverju einustu vikum? Ég bara tala um að þið leggir fyrir ykkur 1,8 bara svo fyrir lagergóm að kaupa sérna pulsu, sko. Og þú farið að gefa Valdíbjörni handtristing. Nei, ég myndi ekki gera það frítt. Hvað þá að borga 1,8 fyrir það? Myndi hann taka allir upp að henni, eða þú veist, myndi það kannski eitthvað, þú veist, getur gert eitthvað úr þessu, þú veist, eitthvað svona að gefa eitthvað til góðgerð? Já, ég er alveg til að skoða bara, þetta er 1,8 sem fyrir að þínu reikning, bara eitthvað er gott málunni, við bara... Í hvaða aðstæðum erum við, ég og Valdís, þegar þetta er? Út í bíl? Já, þetta er í bíl. Þetta er bílar í Já, ég sé bara í öskuliðinu, það leggur bílnum og þeir eru 2 hann að félagarnir. Og ég, auðra inn á hann einhvern veginn, nei, bíó, annarkvort, veldu. Hvort myndur þú velja þetta? Þú þurftir að velja, bíó eða bíl? Ég held ég takk þessu. Nei, ég er að tjóka, ég var einskilin, nei, alls ekki. Takk samt fyrir gott bóð. Takk fyrir gott bóð. Blöð? Ég sagði, ég myndi ekki gera það frí. Þannig að ég hlýtti á að svara þig og mér drullu saman hvort það var í bíl eða bíó. Það er ekki það sem er að trubla með aðstæðuna, sko. Ég mátti ráða. Já, hún svo örlátur á neitt. Og hefðu, bara eins mikið dyrka Valdi, hætti að spyrja alltaf. Svo var það hrista Valdi fyrir eitthvað pening, það var óþálandi. Er hugmyndaflið þetta ekki meira þig? Nei, mér finnst það bara huggulegur. Já, frábær náungi. En ég er ekki að fara að borga 1,8 fyrir að segja, okkur 1,8, okkur ekki bara 2 milljónir. Ég reyna að velja upp það sem einhvern veginn virkar. Já, einmitt, og það var 1,8. Já, 1,8 fekk okkur rosalega til að hugsa þetta. Ef hann væri að lýsa ítalska og maður væri að sjá með hann, þá myndi ég hugsa þetta. Rosalega til að Valdi að lýsa ítalska boltan. Gerir enginn betur. Ok, síðan spurningin er eins og leikskólabarnaða samið hana, en fuck it. Já, því að hina voru svo þroskaðar Mundur sleikja klósetti þegar Richard í 5 mínútur fyrir 800 skall? Nei. Þetta er 5 mínútur að vinna. Þetta er geggja tíma. Og þetta kemur eftir inn að þú ert alltaf með sömu. Hvað er hver munurinn á klósettinu á Richard og einhverjum öðrum? Nei, en mér er alveg sama hvaða klósett það er. Nei, út af því að Ásir Kolbens sagði eins og að koma eftir Rikka í skaftarliðinu er ekki að búin að hægja sig. Og sagði aldrei á ævi sinna fundið svo lykt. Ég get ekki gert þetta. Þetta er 5 mínútur. Já, með fullri verðingu fyrir þetta. Þetta er 5 mínútur skellur, þetta er 1 lag. Og var 800 kall. Ég held ándjóks bara 4 milljarðar borði, ég myndi ekki gera þetta, sko. Jó, ég myndi nú gera þetta 4 milljarðar. Sleikja þetta? Ég myndi sleikja þetta í sólarring fyrir 4 milljarðar. Myndi fólk vita þessu? Þetta er þreytar 5 mínútur, en sér fara 800 kall í umslæði, sko. Það er þægilegt. Sér þú farin heim, tekur munnskól og hellir einu viski og gleymur þessu bara. Þetta er alveg
Þú drekkur ekki viski? Ég myndi að freka spyrja Jón Jónsson hvort það myndi byrja að drekka fyrir 800. Já, það veit ég myndi að söfnu strax þá. Host og gott, nings og kroppurinn blómstrar. Freyja kynir til sögunar 2 ómótstæðileg páskaegg. Rísegg með saltkaramellubragði og sterkt djúpuegg. Gleðilega páska. Freyja. Norðanfiskur einfaldar eldamennskuna fyrir þig. Eru með úrval sjávarfangs og tilbúna fiskrétta klára í ofnin. Humar, rækjur, lax og margt fleira. Sendum hvert á land sem er. Norðanfiskur. Ertu að fara í fermingu hjá barni systursonar ömmuðinnar og veist ekkert hvar áhugamálin liggja? Við höfum fullt af spennandi fermingagjöfum og starfsfólki okkar hjálpa þér að finna gjöf sem hittir í mark. Þú getur líka spjallað við okkur á netspjallinu á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Er þitt fyrirtæki í góðu sambandi? Vodafone býður upp á sérsninar fjarskiptalausnir fyrir þinn rekstur. Hafðu samband. Vodafone fyrirtæki. Snilld að byrja að grilla svona á vorin. Út með steikina og bara, grillið á kafi í snjó. Þetta veður er algjörlega stefnulaust, meðan potturinn stefnir hratt og örugglega í 24 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Garmin Dashcam GPS bílamyndavél og þú grípur augnablikið sem að skiptir máli á myndband. Garmin búðin og örhverfi, garmin.is. Tími símskeita er liðinn. Gjafakort Kringlunar er aftur á móti gjöf sem getur verið allt frá sokkum til síma. Kringlan af öllu hjarta. Toyota CHR er fínslípaður demantur með kröftuga vél og einstaka aksturseiginleika. Taktu í stýrið og fyndu hvernig CHR skapar algjörlega ný viðmið. Toyota. Nú eru sófadagar í Tech Habitat. 10-40% afsláttur af tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Tech Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Nennir pabbi ekki að skuttla þér? Flottar bensínvespur fyrir 13 ára og eldri. Engin skráning, trygging, né próf. Verð 229.900. Nitro, Urðarhvarfi 4, nitro.is. Eitt mesta úrval landsins af myndlistarvörum fyrir ódauðlega myndlistarmenn finnurðu í verslunum Slippfélagsins í Borgartúni og á Akureyri. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Svalan í hádeginu. Já, hún kostar 2000 krónur af því að það er apríl 2000. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra landsmanna. Biljardbarinn. Fyrir vinina. Biljardbarinn, Faxafenni 12. Enski barinn tekur á móti hópum af öllum stærðum. Hafðu samband og við gerum tilboð. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Arfa snjóflóðabakbókar fyrir vélsleða og fjallaskíða fólk. Garmin búðinu örhverfi, garmin.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Þetta er hún Ariana Grande hér með Break Up With Your Boyfriend. Það var Thank You Next þannig daginn. Hún er svona, eftir hún hætti með kærastan sínum að þá, já, það er hérna, eftir hún hætti með kærastanum að þá myrðust hún einhvern veginn meira að syngja svolítið það. Erðu, ég ætla að koma þér á óvart. Já. Ég rauninni John líka, þannig séð. Wow. Því að John var að gefa út, ok, hann var kannski ekki teknilega að gefa út, en það var að koma teknolag með John. Ertu með stuðlag í lókþáttur? Ég er að koma með stuðlag, því að ungur upprennandi transhaus var að gefa út teknolag með John. Og nú eru margir, ég veit að margir eru að hella í sig. Og verðum við ekki, og hann heitir Johan Stone. Já, við endum þáttun á því. Já, og það er búin að spjalla saman. Já. Keirur þá lagið eftir Johan Stone í gang? Ofta segir nei við stuðluðum, en ef það er teknolag með Jóni Jónssoni, þá er ég tilbúin. Já, ég er peppaður, ég var að keirin ég er þykkur á Southampton á móti Liverpool og Coolbet fyrir kvöldið. Ég hlakka til þetta teknolag og ég held að þetta verið geggjuhelgi.
Þá hins vegar komið að dagskrárlið sem að hefur verið í góðri pásu, því að Steindi Junior búin að vera í góðri pásu og það augljósar staðreyndir. Og þetta ég ekki að huge fan, en ég reynda pínu spenntur að heyra þig taka þetta, Jón. Já, þetta var bara gaman líka. Ég hitti Steinda, við fórum í bakarameistarann í Mjóttinni. Sátu þar að semja þetta? Já, á þriðjudaginn. Og rosa gaman og hann svona líka fór hans í yfir hvernig ég ætti að bera mig að og svoleiðis, skilur. Já, það er náttúrulega svo rosalega metnaður í þessu hjá honum. Já, algjörlega. Þannig að þú gast ekkert bara einhvern veginn saman þetta sjálfur, þið þurftu að hittast og... Alls ekki, sko, já, nákvæmlega, við þurftum að hittast og vorum að senda á milli líka og svona, en þetta niðurstaðan. Viltu Mr. Selfridge betan eða? Já, alveg kottum með betan, hann verður að vera beti, sko. Hann komin að Ok, allir tilbúinir? Það augljóst á staðreyndir með John Johnson. Gilsi, tilbúin? Já, ég ópeppast. Ready? Ég ready. Þetta ready? Já. Ok. Sólarvörn virkar ekki ef þú borðar hana. Akkurat. Ef hún bara komin í magan, skilur, þá fer hún ekki á húðina, veit ekki hvað við. Þannig að þú verður að setja hana á þig. Þú verður að bera hana á þig? Já, verður að bera hana á þig. Þú ert jafnlílur í svo Steindin. Þetta alveg geggjað. Náttúrulega sól úti núna og svona, ok. Heyri, ára næsta. Já. Ok. Mannaskítur ekki góð fermingagjöf. Það bara þessi var eitthvað ágætt. Já, verður hræðilegt fyrir greiði fermingabarni, maður. Ég gef ykkur þessa. Já, hann Kalli frændi, hvað Kalli frændi er? Þú veist, mannaskít, það er rosalega eitthvað. Það væri spesgjöf. Já, það er spesgjöf. En ok, höldum áfram. Barnaföt eru ekki búin til úr börnum. Þetta er svo ófæðilegt. Veitu hvað við? Já, ég skil. Þó að þetta heitir bara barnaföt. Með einhverju svona efnum og eitthvað svoleiðis. Já, bara fyrir börn. Já. Það er þau ég hef verið í þeim. Já. Hitt samt viðskiptahugmynd. Hvað eru margar eftir? Það er ein eftir og svo spurning í lokinu. Já, spurning. Já. Ok. Heyri, stuttbuxur eru eins og buxur en bara styttri. Þetta er svona þess að við bara oft klift kannski buxur eða eitthvað og þá það stuttbuxur. Ok, mér finnst virðingavert að hendi inn að liði. Já, þetta er augljóst aðeins. Já, þetta er augljóst. Bara hálfrétt líka. Þú veit þetta. En þá það spurningin. Ná, ákveðum beinir spurningin. Herðu, við ákvaðum þegar við hittumst að núna væri það Öddi. Svoleiðis. Ég fæ þessa í dag. Ok, Öddi. Já. Hver er munurinn af pappa þínum og syni mínum? Ég var búin að gleyma hvað ég þóla ekki. Veistu það? Já, hver er munurinn á pappa mínum og syni þínum? Já, syni mínum. Það er náttúrulega rosalega mikið. Pappi minn er fullorðinn en ekki sonuðinn. Er hann ekki 5 ára? Já, jú, hann er 5 ára. En já, þetta er ekki það, sko. Nei, pappin er ljósar. Nei, sonuðinn er ljósar en ekki pappi. Já, vissulega, en ég er ekki alveg að leita. Ég er ekki að leita því, sko. Nei, pappi er flugvirki en ekki sonuðinn. Nei, hann er ekki búin að læra. Hann er bara ennþá í leikskóla, sko. Pappi fættast á Sauðárkróki en ekki sonuðinn. Sko, þetta er það, ok. Hvað er það? Svari. Já, hvað er það? Pappi þinn er ekki Hreinn Sveinn af því hann er búinn að ríða. Akkurat, þetta er frábært. Ég veit að Steindi sendi þessa hrikalega skemmtilegt. En ég ætla bara strax að slökka á þessum benda því ég þóla líki. Það er komið að teknolæginu John. Já, það er eiginlega bara Johan Stone. Það er eiginlega bara Ég segi John Stone. Nánast komið að lokum. Ég ætla bara að spyrja ykkur áður í lokum á stuðlagi. Hvernig er helginni okkur? Það er herrakvöld í kvöld hjá FH. Já. Og ertu Ég ætla að Ertu að stýra kvöldinu? Ertu bara gestur? Gestur en er svona eins og kannski svona eiginlega alltaf. Þá mun ég þurfa að taka lagið. Ætlar að fara með eitthvað comedy hérna? Hvaða lag ætlar að taka? Ég ætla að taka bara, ég veit ekki, ég verð að taka, ég komi heim, það er eitthvað svona hefð á herrakvöldinu, sko. Allir komið með það, sko. En svo, þú veist, ég er bara að býða til barni líka, getur vel verið, ég minni bara eignast dóttur helgina, ég bara... Hún er sett á hvað, morgun? Já, bara, any, bara, hvað ætlar að skýra hana?
Hvað er að skýra? Gilsína. Það er geggjana. Já, það er svona, ég er búin að gæla við það sko. Það er bara frábært. Gilsína blöndal. Gilsína Egil, hvernig helgina þetta er? Hún er ekki spennandi. Þú ætlar að taka byssur á morgun, sagður Já, ég spáði að þykja bara handleikina svona melluleitið. Ég ætla að horfa á Southampton Valta yfir Liverpool kl. 7. Og hvernig er sunnudagurinn? Þá er bara þykja með raskati. Já, það er bara þannig. Með þessum fallegu orðu sem ætlum að loka þessum þætti. En við ætlum að enda þetta á Stuðlagi. Og það er búið að remixa hér lag eftir Jón Jónsson. Og þetta er lagið Með þér í nýjum búning. Og Egill, er þetta þannig að bara fólk rífur upp einn kaldan? Það eru margir að rífa upp kaldan. Það er heilt fótboltalið framarnir og Spáni núna ofurlui. Þannig að gott að svona Jón er fít tekno-haust, tekno-rödd. Þannig að ég ánum að Jóhann Stóna að remixa lag eftir húnum og þannig að fólk bara fæ sig kaldan og hækkar í botn. Þetta er ekki flókið sko. Til í þetta, tjekkum á þessu. Góða helgi og takk fyrir hlustunina.